Karlakór Akureyrar Geysir, kvennakór Akureyrar, Himnódía og Rúnarkórinn standa að tónleikum í Akureyrarkirkju til heiðurs Birgi Helgasyni. Birgir akureyringum vel kunnur en hann starfaði áratugum saman sem tónlistarkennari við Barnaskóla Akureyrar og einnig afkastamikið tónskáld. Heiðurstónleikarnir ekki síður útgáfutónleikar því þessar mundir verið að gefa út heildarútgáfu af verkum Birgis. Nú, Birgir Helgason, það nú svona flestir sem komnir á ákveðin aldur sem að þekkja hann mjög vel hér. Hann var held í 39 ár sem sagt kennari hérna í Barnaskólanum, Barnaskólanum Akureyri og kenndi þar tónmennt og ýmislegt og stjórnaði þar barnakórum og vann alveg gríðarlega gott starf hérna í því, svona tónmentakennari bara. Hann fekk held í kringum aldamótin viðurkenningu frá skólanefnd fyrir frábærlega vel unnin störf í gegnum tíðina. Svo var hann aðstoðarorganisti hérna í Akureyrarkirkju í held ég aldarfjórðung og tæpa hálfa öld líka í Möðruvallarklausturs prestakalli organisti þar, stjórnaði kórum og hefur samið ótrúlega mikið af fallegri tónlist sem að við viljum vekja athygli á og mjög svona sér norrlensk og heyrist kannski ekki nægilega oft bara. Það greiðlega mikið af hæfileikaríku tónlistarfólki, já, og auðvitað út allt land. Hvað það við hann heldurðu sem að situr eftir hjá fólki? Ég held að þessi sérstaka tenging hérna við svæðið. Hann á sumarbústað upp í Fnjóskadal, hann semur mikið af músík náttúruna og staðhætti hér, lög eins og Kjarnaskógur og svona þetta frá þessi músík svona frá þessum árum þegar Ísland að öðlast sjálfstæði og þjóðin svona að staðsetja sig í menningunni og mikið af músíkin hans einmitt þannig og hún svona það þetta stolt yfir landinu, yfir þjóðinni, yfir menningunni sem að skín svolítið í gegnum músíkin hans og eitthvað sem að bara ómetanlegur þáttur í menningararfinum okkar og sérstaklega þakklátt hérna að fá að gefa þetta út hér á þessu svæði vegna þess að þetta hefur svo sterka tengingu hérna fyrir Akureyringa og Norrlendinga eiginlega alla. Og þessi bók, hvernig hún samansett? Þetta bara útsetningar fyrir einhver ákveðin hljóðfæri eða hvernig þetta? Já, þetta eru verk hans fyrir kórana með undirleik og fyrir einsöngvara og hann setur þetta sjálfur upp og svo hefur Michael Jón Clark tekist það stóra verkefni á hendur að setja þetta allt saman í tölvutækt form og setja þetta upp fyrir útgáfu og þarna eru sömu lögin sem eru útsett bæði fyrir karlakór, fyrir kvennakór og fyrir blandaðan kór. Þannig að þetta getur nýst öllum kórum á landinu í rauninni. Kórar eru allir ólíkir og hafa ólíkar stefnur og það ólíkt fólk í þeim. Já. Hvernig gengur að sameina og samrýma svona 3 ólíka kóra? Það gengur bara gríðarlega vel og gaman fyrir okkur stjórnendur. Þetta eru 4 fínir stjórnendur sem að sameinast þarna og hefur verið ofsalega skemmtilegt og svona átakalaust samstarf okkar á milli. Og það sérstaklega gaman fyrir kórina líka að fá að syngja í svona stórum kór. Þetta 120 manns sem standa á sviðinu og hljómurinn alveg einstakur þegar maður með svona margar fallega raddir sem koma saman. Og þakklátt líka fyrir þá sem að vinna í kvennakór eða í karlakór að fá að syngja í blönduðum kór líka. Þannig að þetta allt saman afskaplega skemmtilegt og gengið mjög vel. Finnurðu fyrir því að þetta sé svona svolítið þakklátt verkefni? Já, ég finn alveg sannarlega fyrir því að þetta mjög gefandi að fá að koma að þessu á þennan hátt og sérstaklega hvað útgáfuna varðar. Að vita það að við erum búin að skjalfesta þetta allt saman svona til framtíðar og við getum vakið athygli á þessari dásamlegu músík sem að Birgir hefur skrifað í gegnum árin og sem að mínu mati hefur bara alls ekki fengið verðskuldað athygli í gegnum áratugina. Hann er mjög hógvær maður og kannski ekki mikið trana sig fram í gegnum tíðina og þess vegna hefur tónlistina sem alveg gullfalleg og ótrúlega mögnuð á köflum það liggja eftir hann alveg algjöra perlur sem ég hefði haldið hefði átt verið löngu orðnar landstækt músík það rosalega þakklátt að fá að taka þátt í því að varðveita þennan arf og að þetta svona í rauninni faktist eina klassíska músíkin sem að við Íslendingar eigum. Það þessi kóratónlist sem að svolítið sérstæða fyrir okkur sem þjóð. Tengist kveðskapnum
Birgir vann mikið með Kristjáni frá Djúpavík og sínum samtíðarmönnum og það alveg ótrúlega mikið af fallegum kveðskap þarna inn á milli sem að við eigum að halda í og varðveita og vera stolt af.